Gott kvöld, velkomin í Fokkfréttir. Öryggisverðir Kringlunnar voru með mikinn viðbúnað í dag þegar fólk streymdi þangað í óvenjumiklu mæli í leita að jólagjöfum og dópamínskoti. Að sögn yfiröryggisvarðar var mesta áhættan ekki troðningur, heldur að fólk næði óvart augnsambandi við gamla Facebook-kunningja og þyrfti að staldra við og heilsa. Vegagerðin hefur ráðist í umfangsmiklar mælingar á holum í malbiki. Í ljós koma að margar þeirra eru orðnar svo djúpar að þær teljast jarðfræðileg fyrirbæri. Unnið er að því að skrá stærstu holurnar sem náttúruverndarsvæði enda óvíst hvort þær verði nokkuð tíma lagfærðar. Reykjavíkurborg tók næsta skref í stafrænni vegferð í vikunni eftir að úttekt sýndi að borgin er í vanda vegna aukinna skriffinsku. Samkvæmt nýjum verklagsreglum verða rafræn eyðublöð nú prentuð, útfyllt, skönnuð og send aftur rafrænt til notenda. Heilbrigðisráðuneytið hefur tilkynnt aukningu á streitu hjá almenningi fyrir þessi jól. Rannsakendur telja að orsökin sé blanda af veðri, matvöruverði og þeirri duldu ógn sem felst í því að fá tilkynningu að póstsendingi þín hefur tafist. Við hvetjum fólk til að sýna aðgát. Og þá að veðri. Á morgun verður slitta, rigning og síðan slitta aftur. Veðurfræðingar segja að þetta sé venjulegt en bæta við að þeir séu orðnir samviskulausir eftir 20 ár í starfi og ráðleggja fólki að gera ekkert nema reyna að halda sér gangandi. Þetta voru Fokkfréttir. Það er ekkert að lagast en það hefur heldur aldrei stoppað okkur áður. Við sjáumst næst í fréttaannál fyrir árið 2025.